FM 957. Það getur aðeins nýtt eitt að tveir harðir eru mættir á svæðið. Klukkan orðin rúmlega 4 og FM 95 Blöður hafið göngu sína þennan föstudaginn. Og já, eins og alla föstudag situr hann beint á móti mér hérna. Hann Gilsinegge. Sætlitu. Hvernig ertu? Ég er bara eins og nýr. Þú ert svolítið hættur að vinna með Gilsinegge-nafni. Já. Býst aðsökun á því? Já, ég hef ekki verið að vinna með það í mörg ár, sko. Nei, en það dettur sann stundum inn í fjölmiðlum, ég tek eftir því. Já, það er, þú veist... Betur þekktir sem Gilsinegger. Já, þetta er bara menn sem er ekki á tannum, sko. Það er margir blaðamenn sem eru bara ekki á tannum, sko. Og þú sem, sko, a perfectionist. Já. Það fyrir töðunar á því þegar menn eru ekki á tannum. Já, þegar menn eru, sko málið, þetta er eins og ég væri blaðamaður og myndi skrifa Snoop Dogg. Það veit allir að þetta er Snoop Lion núna. Já. Þú veist, þú verður að fylgjast með nöfnum á liðinu. Já, og bara svona vera svolítið með, vera inn á. Já, verður á tannum, allt blaðamaður, drekkandi kaffe alla daginn og allt niður þig, fylgstu með. Er hann hættur að kalla sig Snoop Dogg alveg? Já, hann lagði því. Já, þú veist. Og er bara að byrja að vinna með Snoop Lion. Já, þú veist, ég skil hann. Já, Snoop Lion. Ég meina að þú ættir að vera annarkvort hundur eða ljón, þetta er ekki flókin spurning. Ég meina, þú varst eins og alltaf með Öddi, núna ertu The Blöðmenn. Nei, ég reyndar, sko, ég held að sé engin blaðamaður sem skrifar um mig sem The Blöðmenn og mér finnst það bara ágætt. Men þetta er ekki búin að segja að þeir eru allt niður sig. Nei, mér finnst það bara fínt. Öddi var, og ég hef búin að vera núna í sjónvarpi í ykkur 100 ár, þá þegar þú varst þarna í 70 og strákur, þá varstu Öddi, núna ertu Big Giant Blöðmenn. Nei, ég er góður sem Öddi bara. Út af því þetta er ekki F95 Öddi. Nei, reyndar, ok, í útvarpinu er ég blöð. Já, þátturinn heitir FM 95 Blöð. Hvet alla blaðamenn til að skrifa The Blöð Machine næstu þegar að skrifa fréttum Odin Blondell. Nei, ég er feskur ef það er einhverju blaðamenn að hlusta. En við erum með rándýna þáttandi ykkur í dag. Kæru hlustendur, þannig að, já, við ætlum að velja ykkur fyrir að hlusta með þvílíku skemmtiefni. Það er bara svoleiðis. Já, við erum með sturlaða staðreyndina á sínum stað. Við ætlum að heyra 10 hluti sem fólk veit ekki um Gils. Og ég held að það verði nú svolítið erfitt því að ef þú prumpar þá Twitter það. Þannig að ég vona þú getur fundið einhverja 10 hluti sem fólk veit ekki. Ég viðurkenni að það er mjög erfitt. Ég segi alltaf hvað Julie er að gera og hvað ég er búin að gera og ég fatt ekki. Þú ert mjög opinn. Þannig já, ég bara, þú veist, vistu að fólk er rétt að vita hvað Gils er að gera. Já, það er... Þannig að ég reyndi að finna einhverja 10 hluti, en ég veit ekki hversu góð, þetta er okkur ekkert fyndið, sko. Já, svo baðstu mig að hendi 10 hluti. Já, það er ekki sanngjarnt að ég gera það bara. Nei, en svo fattaði ég líka náttúrulega því að allir strákunum að gera það, alltaf láti ég hendi það líka. Svo er Chubby Little Swessman, eða Little Loverboy eins og við köllum hann í dag. Já, ég bað Andrea Bocelli síðasta föstudag. Kannski kemur hann með það. Þau veit það ekki. Já, það er eins gott. Já. Annars verð ég reiður. Ég veit ekki hvað lag hann ætlar að taka í dag. Nei, ég vona að gera ekki Gilsana reiðan. Nei, það er allavega föstudagslægi í dag eins og alla föstudaga. En við erum ekkert að gefa neitt shit í dag. Nei, það er ekkert flöskuborð sem við erum að gefa það neitt. Við ekki gefa það bara næst eða eitthvað, við getum ekki alltaf verið að gefa flöskuborð. Nei, nákvæmlega, þetta er ekkert, það er kostað þessar flöskur. Hefur þú farið í Ríkið í dag? Nei, við bindum þess náður sko. Já. Hvað kostar þér? Það, ég veit reyndar ekki hvað hann kostar, ég held að þetta sé 7-8 skall. Það er þannig? Já, en á skemmtistöðurum, þú lappar inn, bara eitthvað gómur, þetta er bænt í flöskubrauð, það er 40 skatt sko. Já, það myndi ég halda. Það er bara svoleiðis sko. Svo ætlum við líka að spila nýtt lag fyrir Rikka G. Við erum konum með nýjan dagskráði við Egill. Alltaf þegar Rikki G vinnur okkar mætir inn í stúdíóið, þá erum við tilbúin með laghandunum. Síðast var það In The Club sem við breyttum. Og í dag erum við búin að taka My Heart Will Go On, sem að þú vilt meina sé fallegasta lag of all time. Sko, það er uppáhaldslagið mitt. Já. Það er uppáhaldslagið mitt. Ef þú velja eitt lag bara uppáhaldslagið, það er My Heart Will Go On. Munduru vilja láta spila My Heart Will Go On með Celine Dion bæði í brúðkaupinu og jarðarförinniðinni? Nei, jarðarförinni þá vil ég bara skúter. Skúter í jarðarförinni? Já, það er mjög þreytt að fara í jarðarför og allir grænjandi og Celine Dion og þá vil ég partí sko. Já, sko, ok. Ég vil hafa þið með glowstick í jarðarförinni. Það er nógu leiðilegt að fara í jarðarför svo að skúter sé ekki þarna líka. Það er bara, það er reynda ég skal gefa það, þá myndi ég gleyma að vera dáin. Ég myndi vera svona, Já, þetta er fínt. Hvað myndir þú vilja hafa bara live in Hamburg? Ég myndi vilja Good to be back. Good to be back, þú er dáin. Jú, en á það heima í jarðarför. Já, því að þú veist, þá er ég að segja I'll be back. Good to be back. Svo vildur þú líka taka hérna, þú komst með eitthvað statement á hann að það væri útlendingar að hlusta og við ætlum jafnvel að gera þeim til geðs líka. Alltaf eitthvað útlendingar að koma til minn. Egil, why don't you never talk in... Segir Egil. Egil, ok. Why don't you never talk in English? Because there are a lot of foreigners listening. We don't understand shit what you're talking about. Ég sagði bara, hey, skal tala um Blondell, við bara höfum innkomur á ensku. Já. Bara á hreinu. Við ætlum allavega að reyna eina hér á eftir. Þannig að eins og þið heyrið þá er nóg að vera í okkur. En byrjum þetta á svona föstudags feeling. Ég reyndar sett alltaf feeling á baka þetta lag. Þetta er besta lag á stöðun í dag. Þetta er Rudimental, Feel the Love. En það finnum við ástinniðinni.
FM 95 blö á FM 957. En eigum að segja bara þegar það eru föstudagar, Egill, að ég að segja þeir að hlusta á 2 harða. Já, bara í staðan að segja FM 95, já, hlusta bara að hlusta á 2 harða. Já, eða bara blanda þessu. Síðan kannski einhvern tíma breytum nafninu okkur, 2 harðir eru kannski 2 gler, 2 granít eða 2 grjót eða eitthvað, bara með að hugsa þetta. Hugsaðum þetta þess? Já, viltu bara breyta því? Nei, bara einhvern tíman, 2 harðir mun og einhvern tíman vera 3, sko. Já, ok. Viltu að vera 2 glerharðir af því að það væri þá fest? Já. Ok. Það væri allt annað mál. Hvað topic of discussion hjá okkur félagum nú? Topic of discussion slúðrið. Ætlarðu bara aldrei að ná þessu? Við förum alltaf í slúður á þessum tíma dags. Meira þess að Pétur Jóhann, sem á mjög erfitt með að muna hluti í fjölmiðlum, hann byrjar að... Hann ná því að slúðrið kemur... Já, í annar einkomi, ok. Ég minna á þessu einhvern tíman, sko. Já, ég ætla að byrja slúðrið á uppáhaldsleikara Gilsinegars sem Matthew McConaughey, eða Matthew McConaughey eins og hann heitir. Ekki kalla Matthew McConaughey, ángrín, sko. Þetta samt, ég var búinn að segja þetta er eitt að finnast það sem ég hýrt þegar ég var í bíó. Okay. Og Gaurin alltaf var 2 miða nýjustu myndar með Matthew McConaughey. Og já, það sem að frétta Matthew McConaughey að konan hans hefur gríðarlega áhyggjur á hann þessa dagana. Hann létti sig 20 kíló eða 17 kíló fyrir kvikmyndahlutverk sem hann að fara að leika. Og já, hann hún veit það persónlega að hann mun ekki vera lengi í þessu ástandi eftir að búa að taka upp bíómyndina. Heldur vera mættur beint í gimmið eins og stendur hér orðrétt og mun hann setja þessi 15 kíló strax aðra og hún svo hrædd að hann muni fá hjartaáfall. Þessi það er ekki, það er ekki áhyggjur því elskan. Þessi Camila Alves eins og hann heitir. Hann er ekki að fara á hjartaáfall, það ekki 15 kíló af sér, sko. En hérna, já, betur, hann bara að hóra sér niður í bara ekki neitt. Já, þetta enda mjög fyndið, sko, því að ég held ég að sagt í slúðrunu bara þegar við vorum að byrja í FM 95 blö fyrir tæpa árið síðan, þá vildi hann fara að fá fleiri svona krefjandi hlutverk. Hann sagðist vera hann leiður að leika í rómantísku gamanmyndum bera ofan og hann hefur greinlega orðið ósk sinni. Hann hefur fengið þau. Já, og ég að fara að leika eitthvað grindhóraðan eiginlega sjúkling. Hjöppi í heilsuátakinu sínu, hann vill Matthew McConaughey skrokkinn, sko. Já, Hjöppi. Já, ég meina, ég vil hár líka, sumt gerist bara ekki, sko. Hjöppi getur alveg, veist, okkur finnur Hjöppi sig ekki einhver svona fyrirmynd sem hann gæti actually náð. Svo kannski Danny DeVito eða? Ekki Danny DeVito, Hjöppi hár maður. Ok. Já, þú veist bara... Bara eitthvað svona milliveg? Já, eitthvað milliveg. Eitthvað sem svona ágætlega þykkur og smá, veist þú, Bubbi? Já. Bubbi þykkur, smá börifædd, ferskur. Hjöppi væri flottu þannig. Já. Og herðu, þá var það næsta slúður og það af Britney Spears en hún núna búin að semja við fyrrum lífvörð sinn, fyrrandi lífvörðun hennar sem nú ekki nafngreindur hérna, kærðana fyrir kynferðislega áreitni fyrr á árinu og ég sagði orðrétt að hún væri alltaf að flassa brjóstónum í hann og ká á rassinum á honum og eitthvað svona þegar þau voru á tónleikaferðalagi. Hann fór í mál við hana og nú eru þau búin að settle out of court eins og stendur hérna. Hann fekk nóg. Já, hann fekk nóg á henni, sko. Jú, hérna stendur hann heitir Fernando Flores. Og það sem að... Já, en hann fekk nú ekki mikið út úr þessu því að Britney borga honum summu og það rétt náði lögfræði kostnaði hans. Hann virðist svona að fatta að hann væri með... Væntalega rekin, hann væntalega ekki í lífvöru í dag. Ekki á henni allavega. Nei, hann hætti, sko. Já, hann hætti bara. Já, og fór beint í málu. Það er fílu. Já, menna, þú veist, ef að Britney Spears eitthvað sína á sig brjóstinu eitthvað, hvað myndið þú ekki fá nóg að labba út? Já, Fernando Flores allavega þá búið að setla þetta mál og hann fekk ekki þá summu sem að hann ætlaði sér. Þetta ógeðslega lélegt eins og fólk sem að vinna sem barnapíur og svona hjá fræga fólkinu. Það bara halda kjafti. Það finnst mér, í stæðan fyrir að vera að bladra eins og þegar að vera að tala þessi alltaf að rífast hjónin og eitthvað svona. Lífurinn á bara að halda kjafti. Já, það finnst mér. Þú veist ekkert vera að segja að hún sé eitthvað að flaska á sig brjóstinu og hvað, var það eitthvað endilega ætla honum það? Hann bara verið þarna. Hann þarf að elda hana, hvert sem hann fer, sko. Já, nákvæmlega. Já, svona þetta. Svo ætla ég enda slúður að þetta ég veit ekki hérna, ég hef verið með betri slúðupakka. Hvað gert? James Cameron var að segja núna, mér fannst þetta svolítið áhugavert, ég veit ekki, jú, þú ert nú svona bíómyndaböff eins og ég. James Cameron var að viðurkenna núna í viðtali að hann var aðeins 3 klukkutímum frá því að tryggja sér Jurassic Park á sínum tíma. Hann ætlaði að kaupa réttinn á bókunum, en Steven Spielberg, kollegi hans, var, eins og segir, 3 tímum á undan honum að tryggja sér þetta. Og James Cameron, sem að leikstýra meðal annars Titanic og Avatar og fleiri myndum, sagði að það hefði verið fyrir bestu því að myndir risaðlur eru fyrir krakka og börn, en hann hefði gert þetta í svona alien style eins og hann segir hér, þannig að hún hefði verið svona... Hún hefði verið harðari? Já,
Það bara fínt að hann fengið hana. Þegar maður hugsar út í það. Hvað voru við gamlir þegar hún kom í bíó? Jurassic Park, hvað voru ekki 11 ára eða eitthvað, 13 ára eða eitthvað. Ég maður þegar ég sá risaðleitna fyrst, mér átti þetta ótrúlegt. Ég var bara nýkomið frá Sauðárkróki. Já, og síðan þegar hann stóra hljópa eftir bílnum, ég panikkaði þá. Já. Ég var líka 11 ára, ég var sniður með þá. Já, 11 að 12 held ég. Manstu ekki þegar fyrstu risaðleitnar sáust og voru að labba svona í grasinu og voru risastór. Já, það var ótrúlegt. Wow. Já, Spielberg mátti eiga það, hann náði að geða lífið í risaðlunar. Já, til hamingju með það, Spielberg. Þetta var slúðupakki dagsins, áttu eitthvað slúður til að bæta við þetta, Egill? Nei, það kannilega gúrkutíð í slúðurinu, sko. Já, reyndar var verið að frakkarnir voru að taka myndir af henni, Kate prinsessu. Já, á jölunum. Já, það bara sannar enn og aftur, the French are assholes. Já, frakkar jötur, frakkarleðilega með þólið ekki. Prinsessa í sólbaði og vill ekki fá svona hvítt far, vippa sér úr og það kom einhverju perrar og taka myndir af henni. Þetta var sagt í dömundömmur, French are assholes, þeir hætti bara naglan á höfuð. Ég fann að halda það. Assholes? Það er eitthvað frakki að hlusta hoppaði raskataður. Nei, ríðið þið bara í gang. Gertu því. Herru Egill, þú átt við 99 vandamálatriðið ekki? Jú. Bekkurinn er ekki hittað þetta. Það er ekkert af þessu lagi. Jay-Z með 99 Problems. Og eins og Egill segir, he's got 99 problems, but the bench ain't one. Það er bara svoleiðis. Bekkurinn er ekki að stríða þér í ræktinni? Nei, bekkurinn er ekki að stríða mikið. Og ekki deadlift og ekki neitt. Ég bara er alltaf fljúandi sigling og gilsi á núna. Bætingagilsi, kallir mig það núna. Bætingagilsi, skemmtilegt. Fólk að kalla mig það í ræktinni. Það er enginn að kalla það, en skemmtilegt nafn. Hörru, ég ekki taka núna bara, ensku. Já, þú varst að segja mér að það væri fólk að stoppa sem að skilur okkur ekki og vill hlusta. Já, vill hlusta. Ok. Þannig að tala landsleikinn hjá stelpunum og... Viltu switch over to English? Yes, Arden Blundell. There's a big game tomorrow. Yeah, thank you guys for listening to FM 95.7.blö. Thank you very much for listening. And, two hard ones with you here on a Friday. Too hard. Too hard. Too hard. On a bottle day, like we call it in Iceland. Very funny. If you understand Flöskudár, you would laugh at that one. And tomorrow on the Blundell, we have a big game. Yeah, a very big game in the national football... Laugardalsvöllur. On Laugardalsvöllur. And it's the girls who are competing. The girls? Yeah. Yes. And the girls are much better than the guys. Yeah, they've been to a big tournament. Yeah, they went to the European in Finland. Yeah, but the guys, they took a large shit. Against Cyprus. Yes, against Cyprus the other day. But they were good against Norway. They were maybe not good, but they won, which is a good thing. I was on the game against Norway. Oh, good for you. And the atmosphere was amazing. Okay, nice. And I'm gonna go tomorrow to the game. To see the Icelandic girls. North Ireland. Yeah, and if the girls, the Icelandic girls win the game tomorrow, they go to the knockouts. Not the knockouts. The umspil. Yeah, the umspil. The umspil. For the final tournament, which is in Sweden. Yeah, so everybody in Iceland. Amazing. Yeah, everybody in Iceland has to go tomorrow to Laugardalsvöllur and support the girls. Yes, but Arden Blundell, are you going to go outside the hotel where the North Ireland girls are and maybe try to get a little lucky? Maybe one number or something? No, I'm good. But thank you for asking. Because you know, North Ireland girls are known to be very beautiful. Yeah, so are the Icelandic. Yes. I don't know. Very good point there, Robin. Yeah, I don't know anything about the North Ireland girls. Are they good in soccer? Do you know? We're better. We are better. I know we're better. Yeah. But they're very tough. Yeah. Because people there drink beer and they fight. Yeah, if you come from Ireland, you're tough. Yeah. Very tough. Like Colin Farrell. But people in Iceland are also tough. Yeah, we're tough people. Strongest people in the world come from Iceland. So for the people out there who are thinking, hey, when does the game start? It starts 4:15. And everybody in Iceland go support our girls. Laugardalsvöllur, 16:15 tomorrow. Yeah. Get your ass on the stadium and let's pep up the girls. Yes, and next song is one of the best songs today. It's Muse, Madness. Það er erfitt að tala ensku. Það er gaman.
Morgunþátturinn Magasín á ferðalagi landið. Næstu helgi verður Morgunþátturinn Magasín með skemmtikvöld á Akranesi. Nánar tiltekið á Gamla Kaupfélaginu. Lauflétt pubquiz, uppistand, fáránlegar keppnir og löðrandi sveittball fram eftir nóttu. Sjáumst á Gamla Kaupfélaginu á Akranesi. Laugardagskvöldið 15. september. Hlökkum til að sjá þig. Morgunþátturinn Magasín. Það hefur aldrei verið jafn hagstætt að vera áskrifandi að Stöð 2. Nú kynnum við nýtt og öflugra fríðindakerfi í Stöð 2 Vild. Sjálfvirka afslætti beint í vasa áskrifanda. Veldu þann sem þér þykir bestur. 12% afsláttur alla daga hjá Ósushi, Pósthússtræti og Borgartúni. Tilboðið gildir aðeins ef greitt er fyrir 2000 krónur eða meira. Virkjaðu öll kreditkort fjölskyldunar á stöð2.is. Stöð 2 Vild. Vild er snilld. Þýskibarinn og Víking kynna hinna frábæru Jet Black Joe. Laugardagskvöld á Þýska barnum. Og við allan sólarhringinn, í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Icelandic Tattoo Expo dagana 14. til 16. september í Súnasal Hótel Sögu. Stærsta tattoo-festival sem haldið hefur verið á Íslandi. 45 tattoo-artistar, freakshow með lizard menn og margt fleira. Allar upplýsingar á icelandictattooexpo.com. Ég lauk alþjóðlegu prófi frá naglaskóla ProNails og vinn nú á snyrtistofu í Reykjavík. Erum að taka á móti skráningum á snirtiakademian.is. Naglaskóli ProNails. Taktu þátt í Dans á RÚV. Danspröfur fara fram í Hörpu 28. til 30. september. Við leitum að dönsurum, danspörum og danshópum. Skráðu til leiks á RÚV.is og á Facebook. Gríftu tækifærið og taktu þátt í Dans. Milla Jovovich snýr aftur sem Alice. My name is Alice. Umbrella is more powerful than ever. Í einni vinsælustu kvikmyndaseríu allra tíma. Surrender or die. Resident Evil Retribution. Komin í bíó. Resident Evil 6 kemur á PlayStation 3 2. október. Hefur þú prófað nýja heilkorna pizzubotnin á Wilsons? Hann trefjaríkur og inniheldur engan hvítan sykur. Láttu botnin koma þér á toppinn. Wilsons pizza, sími 581 1515. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Takk fyrir það, Jói Dans. Þið eruð einmitt að hlusta hér á FM 95 Blö. Eða 2 harða á FM 957. Það er bara þannig. Við Egill verðum með ykkur til 6 í dag og erum í miklu stuði. Það styttist í að þið fá að heyra 10 hlutum Egill sem þið vissuð ekki. Ásamt í að heyra 10 hlutum mig sem þið vissuð ekki. Við erum með, viðtal við umboðsmann Jean-Claude Van Damme. Ef hann svarar ekki verið geðugur. Já, sko málið er að það var ekki hann sem svaraði ekki síðast. Það var tæknin að stríða okkur. Síminn var í fokkin og var búið að laga símakerfið. Já, það er klárt. Þannig að við ætlum að hringja hér á eftir í umboðsmann Jean-Claude Van Damme og reyna að kynna fyrir hann smokka hugmyndina Jean-Claude Van Damme. Sem að hvað var það, $1 billion? Já, ég meina, hann mun tapa sér í símanum og hann mun vilja sæna við okkur leið immediately. Eina sem er að stríða með þetta er sko, ætlum við að framleiða smokkana? Eða ætlar að... Nei, þetta er bara, þetta er okkar hugmynd. Já, ætlar að selja þá til dæmis Durex eða einhverju svona smokka fyrirtæki hugmyndina. En ákveður gera það ekki bara Durexit og Jean-Claude Van Damme? Já, við þurfum til að fá okkur hugmyndina. Eigum við bara að nota þessa hugmynd bara fyrir smokka í heiminum? Skilur, þetta er bara campaign fyrir fólk að nota smokkinn til þess að minnka afsmitum og svona. Þannig að við erum ekki að binda þetta við einhvern eina tegund, eitthvað Durex eða eitthvað þannig. Þetta er bara fyrir allt. Og fá monni þanniginn, eða viltu selja einhverjum einum þetta svo Durex og fá monni þanniginn? Ég veit ekki, þetta er kannski eitthvað sem við þurfum að ræða við umboðsmann. Já, kannski, hann er kannski meira inn í þessu. Já, þannig að við ætlum að heyra hér á eftir í umboðsmanni. En ef hann svarar ekki, ég mun ekki láta 2 misjöfnu símtöl eyðileggja my $1 billion idea. Ég fer þarna út bara í þarðu, sko. Your $1 billion idea? Já, ég er ekki bara hægt að bara, svarar ekki, ok, fuck it. Og einhver annar stélur my $1 billion idea. Já, þér finnst þetta það góð hugmynd? Byrja þess, já. Já, ok. Það er allavega komið að sturluðum staðreyndum. Já, þær eru góðar. Og ég ætla að byrja á, fyrstu. Og hér er hún sturluð staðreynd. 85% heimurum þénar minna en 24.000 á mánuði, sem er sorglegt.
Og svolítið há tala. 8, 10 og 5% af heiminum þénar minna en 24.000 á mánuði. Ótrúlegt. Já, skelfilegt. Við skulum fara bara beint í næstu. Það mjög auðvelt að melta hunang því að býflugan þegar búin að melta það fyrir þig. Nei. Jú. Og þetta fór ekki mér núna. Nei, ég vissi að þú myndir að hafa gaman að þessari. Wow. Það ástæðan fyrir að mjög auðvelt að melta hunangið. Já, og það býflugan búin að þig. Já. Wow. Þú færði þegar þetta kemur ofan í þig, þá búið að melta þetta. Það grínast það. Skemmtilegt. Ég elska býflugur. Já, nei, ég það. Já, ég elska býflugur, ég hatti geitunga. Sko, býfluga fyrir mér bara fljúandi bangsi. Í alvöru? Já, ef ég sé býfluga bara svona, gæti. Það setjast á puttar á mér og klappa henni. En hvernig þekkir muninn? Þetta hefur henni lítil og feit og með geitungur svona mjór og ógættur. Fljúa líka öðruvísi. Þannig að þú ert svona geitingur og Rikki G er býfluga? Ég er ekki geitungur. Ég stinga engan. Sko, ég bara málið ég hata geitunga with a passion. Já, ég veit, ég er hrættur þá. Ef ég sé geitung, ég öskra og hleyp. Ég líka. Allt cool, ég sé þig. Farið. Já, það líka mjög fyndið þegar það geitungur í kringu þig því að þú ert 100 og einhvað kíló og svona vöðvabúnt og hlaupandi. Herðu, ég er að segja, það lítið til flug. Sko, fílar eru hrættu við mís. Þeir eru nokkur tonn. Já, ég reyndar. Þeir panikar það ekki um mús. Ég veit það. Þannig Geðir það. Þannig að ef okkur geitungur er að hlusta að nóti, bara byrja raskat það. Geitungur er með bara iPod-inn og fljúandinn. Það er eitthvað sem kom með gátu fyrir það eftir sem það er elskar. Ok, svo er það næsta störðlega starrinn. Harry Styles úr One Direction, hann gaurið með krullunar, fættist með 4 geirvörtur. Störðlega starrinn. Okkur sem nei þegar ég er að segja. Þetta bara meikar ekki sens. Hvað eru hérna 2? Bennin ánum með það? Hlýðin ánum eitthvað, ég veit ekki. Það er fólk sem að fæðist með the third nipple. Hvað er þú með margar geirvörtur? Hvað heldur þið sem margar geirvörtur? Ég er með 2. Ok. Bara eins og þú. Ok. Hann er 4. Nei, hann fættist með 4. Lít taka þær af. Akkur til að taka þær af? Þetta er svona, þetta gerir hann svolítið öðruvísi? Af hverju? Myndur þú vilja vera með 4 geirvörtur? Og velti hvað það eru? Það var ennun á maður, ekki vilja það? Nei, en það var bara á kassanum að. Já, kannski bara hlið. Það er kannski ekki svo aðstæðanlegt. Nei, jú, þetta er aðstæðanlegt. Já, þetta er svo bíll. Herru, svo er það næsta. Fólk losar stress og fer í betra skap við að tyggja tyggjó. Jálfurni? En þess vegna sem að Big Giant Ferguson er alltaf með tyggjó og United-leikin. Það slaka þess á. Og losar stress. Góðu punktur. Það er bara... Michael Jordan, hann var líka alltaf með tyggjó þegar hann var í körf. Alltaf silkislagur. Já. Hefur þið einhvern stressfíkil með tyggjó? Já, þá eru þið líka... Bara tyggjandi bara með tempói. Já. En samt örugglega þá aðeins minna stressaðar en það hefði verið. Næst þegar ég finn stress þegar ég yfirtaka mig. Tyggjó. Já. Got it. Ok, svo er það næsta. Eftir 100 ár verða 500 miljón manns á Facebook dáin. Hæ? Já, eftir 100 ár. Segir sig sjálft. Veitu, verður við ekki 126 eða? Nei, ég ætla að vona ekki. Verður ekki búið að finna upp eitthvað good shit fyrir okkur þá? Ég heldur að verður komin eitthvað svona pilla. Já, bara eitthvað pilla sem vingjur okkur 20 ár. Ég verður til, já. Já, hörru, en verðum við áfram að alltaf þú, ok, rétt að þú derð, alltaf deleta Facebook-kántinu, alltaf hafa hann opinn það? Þetta er með heimskustu spurning, ég veit ekki. Þetta verður ekki löngu hættur á Facebook þegar ég er orðinn það gamall. Já. Hvernig er að keep up with your old friends? My old fans. Friends. Ekki fans. Og allir heimilinu bara talaði fans. Já, nei, ég... Bill O'Dell. Manst ekki eftir tekil og eitthvað? Já. Ég bara, verða þau ekki með mér á allir heimilinu bara? Kannski komið líka eitthvað nýtt shit. Vinir mínir. Já. Þú voru Facebook og Twitter, kannski komið eitthvað glænýtt shit sem við mikið rum, sko. Það kemur ekki óvart. Kannski búið við til eitthvað shit sem verður the new shit. Nei, ólíklegt. Svo er það næsta. Þú ert eftir að gamna þessari. Ring it. Mér finnst alltaf mjög gaman að skrifa hana. Barnaþvottabirnir, eða baby raccoons, halda augun þegar þeir eru hrættir, svona eins og lítil börn, í vonum að enginn sjáu þá. Þetta er krútlega sem ég heirt. Wow, þetta er krútlega sem ég heirt. Er það grínast það? Væri ég til að sjá þetta? Já, væri ég til að faðma líka. A tiny little, bara þvottabjörn, með svona hendina fyrir augun. Dúlulegt sem ég heirt. Já, svo er það næsta. Það tekur 1/15 sekundu að verða ástfanginn. Það er með þetta kjafta. Sturlu staðrind. Það tekur 1/15 sekundu fyrir Sverri Bergmann úr ástfanginn, sko, fyrir einn almenna mann og tekur það góðan tíma. Hvað, 2-3 ár eða? En nú verður Sverri reiður, nú fæ ég eftir. Nei, en þetta er samt sturlu staðrind. 1/15 sekundu til að vera ástfanginn. Já, svo allt í einu, skilu, þú ert kannski búin að vera eitthvað í kringum hana, en svo allt í einu poppa, ég veit það ekki. Ok, 1/21, þetta var sekunda. 1/15 þessu. Það var einhvern veginn að sé einhverja konu bara og hörðu, ástfanginn, bara leið. Næsta, þú ert aðeins hrættu við 2 hluti þegar þú fæðist. Þú ert hrættu við að detta og há hljóð. Sturlu staðrind. Jálfurni? Var ég ekki hrættu við geitungu að ég fættist það? Nei, þú vissir ekki hvað geitungu var, Egill. Ok. Hvar fætti mamma þig? Einhverju geitungabúið?
Ég meina, það var geitungur um allt, kannski var einn inn í herberginu. Og þannig byrjaði að stinga mig í bumbuna, ég pínu lítill. En hversu gott er að búa til svona nýja superhero sem var með geitunga-powers? Nei, það er svona frekar vondi kallinn ekki? Já, bara, veist, er einhverjan úti með einhverju laust til að útrýma öllum geitungum, það öllum sama. Já, Eru þeir ekki með neitt hlutverk? Nei, ekki neitt, sko. Randaflugurnar eru að melta hunangi fyrir okkur og búið til súrefni og það eru svona litli fljúandi bánsar, geitungar, bara með leiðindi. Já, ég veit. Bara svona, hörðu, hann eitthvað gæi, opið gluggi hjá honum, leiðilega daginn hans. Það fljúa hann inn. Þannig að ég hata þessi dýr. Já, ég sammála því. Svo er það næsta. Þyngri konur eru oftar en ekki með hærri greindaðustölu en aðra konur. Ég veit það ekki. Þetta er bara stjórnlega staðreynd. En þetta, samt þegar ég las þetta, fór svona að hugsa, það er alveg eitthvað til í þessu. En þú veist, allt ekki að vita þú með hærri greindaðustölu að það er gott fyrir heilsuna að borða holt og vera í góðu form með það. Jó, en ég meina, þú getur alveg verið þyngri kona þó sér ekki spikfeit, sko. Já, meina bara þyngri kannski það pure muscle, eða? Já, ég ætla ekki. Það getur vel verið. Já, svo er það næsta. Johnny Depp var rekinn úr skóla fyrir að múna kennaran sinn. Sturlu staðreynd og eins mikill movie buff og ég er, þá var ég ekki búinn að heyra þetta. Þetta er mér fyndið, sko. Já, hann hefur verið rebel. Það er bara staðið upp í tíma og girt yfir sig. Bara, nonni, hann hefur endur alltaf verið svona rebel. Girt yfir svo múnaðan. Já, það er alltaf búið að vera svona rebel. Hefur þú múnað eitthvað? Já, einu sinni ég var á leiðinni heim úr körfuboltaferðalagi og það var allt vitlaust. Í bíl á leiðinni heima? Nei, við vorum í rútunni. Já, og settur rassinn í gluggann og... Við vorum í aftustu sætunum og ætlum að vera fyndnir. Fór ekkert allt og vel í einstaklingin sem var fyrir aftan okkur. Hvað var það? Bara einhver það? Nei, ég ætla nú ekki að segja nafnið hans, en það er ungur maður sem býr ennþá á Sauðárkróki. Og hvað, var það eitthvað bara hræðilegt að sjá nokkar rassa í glugganum? Bara fekk hann panikar til það? Þetta fór illa í hann. Í álurinn? Já. Mér er skýtsam að koma til múna mig, gæti ekki mér saman. Ég myndi bara gefa þeim thumbs up. Ég myndi bara hlæja og bara... Nei, thumbs up, 13 ára strákar. Ég múna svona 100 sinnum maður örugglega. Í öllum ferðalögum sem fórum þegar ég var bliki, við múniðum allt bara. Það kemur með einhvern veginn ekki óvart. Ég ætla að enda hérna síðustu, nei það eru 2 eftir. Clint Eastwood á 7 börn með 5 konum, sturlu staðreynd. Hann er grjótharður kallinn. Og svo er það síðasta, og ég ætla að lesa hann á ensku. Today is International Positive Thinking Day. Í dag? Já, þannig að nú er allir að vera jákvæðar hugsanir. Já. Þetta er rétt það? Ef við ekki taka þetta, ef við ekki vera hrikalega jákvæðar sem eftir þáttar. Ég hef þetta Positive Thinking Day. Já. Þá ætlum ég ekki að vera neikvæður, það er bara hann. Nei, þetta voru sturlaða staðreyndir. Við skulum fá hérna Rihannu og svo ætlum við að reyna að ringja í umboðsmann Jean-Claude Van Damme. Rihanna hér með Where Have You Been? Styttist hér í föstudagslægið. Tjöfri Lús Vestmenn er rétt og mættur hér í stúdíóið og ætlar að taka hér föstudagslægið fyrir okkur. Ég veit ekki hvaða lag er í dag. Það verður vonandi eitthvað skemmtilegt. Það er eins gott að vera Andrea Bocelli svipaða síðustu viku. Það er eins gott. En hvað, þú átt ekki að stjórna öllum föstudagslögunum, sko? Nei, ég bað bara óskalag og við vinum mér hlýtur að hafa orðið við því. Með Andrea Bocelli? Já, ég hlýtur að vera. Ég sé sveipin á hann. En það sem við reyndum í síðustu viku var að ringja í umboðsmann Jean-Claude Van Damme. Já, og það gekk, við vorum í tæknivandræðum og okkur, þannig að hringdu bara núna, nú er ég reiður, sko. Já, en ok, sko, útskýrðu fyrir hlustundum og meðan ég stimpli númerið, útskýrðu fyrir hlustundum af hverju að ringja umboðsmanninn. Það er einhver sem hef ekki heyrt á bíluðið og ok, málið er ég var í ræktinu daginn með Sverri Bergman og Sverri Bergman er oft með gott orðalgrín og hann sagði, hey, Jean-Claude Van Damme, ég græni á hlátur og sagði, þetta er $1 billion idea. Ég millifærði þessa $1 billion idea beint í stúdíu FM 957 og við erum búin að ná í umboðsmann Jean-Claude Van Damme, við erum með númerið hans en hann er eins og aðrir umboðsmenn þykist vera busy. Þykist vera busy, hann er líklega bara á Facebook eða og horfa í sjónvarpið og svona bara tekur ekki símtöl, hann er með leiðindi okkur félagana. Við erum að reyna aftur til að pitcha hugmyndina Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme er að vera andlit smokka í heiminum og öll notkun smokka mun aukast svona 1.000.000%. Ég held að það sé ekki, ég held að það sé raunhæft markmið, 1.000.000%. Ok, bitte.
Þetta, ef þú drullar að aftur, þetta með sæknarna, ég sverða. ICM Partners. Yes, hello. I'm calling for Jack Gilardi. One moment. Thank you. Það umbóðsmaðurinn. Já, ég get eiginlega veðja að hún kemur. Hann ekki við, en vil ekki skila yfir skilaboð. Nei, við erum að fara í gegn. Jack Gilardi's office. Yes, Jack Gilardi. This is assistant. May I ask who's calling? Yes, my name is Auden Blondell, and with me is Ishil Einarson. And we've come up with a great idea for Jean-Claude Van Damme, and he is representing him, isn't he? No, we don't represent him. You don't represent him? No. Did you stop representing him? Yeah, I have to go, I'm sorry. Hey, what? You don't hang up. I hang up. Hann skellt á. Þetta var eitthvað hundleðilegur aðstofan. Nei, en sko, ákveðu það hefur eitthvað komið upp á hjá Jack Gilardi og Jean-Claude Van Damme. Ég held þetta endi með því að þú bara hingja beint í Van Damme án gríns. Já, hvað ætlar að fá það númerið? Það er okkur auðvitað að ná í hann en umbóðsmann, sko, án gríns. En sko, það er annað númerið. Menn að hingja aftur í gæðan og maður sér að þegja. Nei, sko, það er líka hérna Jean-Claude Van Damme's production outfit. Viltu prófa að hringja þangað? Að reyna það, ok? Já, production outfit. Já, hann er greinlega hættur að vinna með honum. Heyrður þú bara, hann þurfti að skella á því og spyrja hann var samt svo leiðilegur þessi gæði. Mér langar að hringja aftur í hann og segja að maður sér piece of shit og skella á. En nei, við slumum ekki að gera það. Ok. Ég ætla að hringja hitt. Það er dónulegt að skella á fólk. Já, það er einhver leiðindi í gangi þannig, sko. Hann var bara reiður hefur nefnd Jean-Claude Van Damme. Já, svo bara, ég verð að hætta. Það er greinlega að koma. Já, Van Damme hefur komið hann inn og tekið hringspark á hörðina og sagt bara, vill að borga þér helmingi sem þú vandur að fá. Það er bara þannig. Síðan hafa þeir og síðan það er bara hætt að vera vinnir, það er bara þannig. Og þetta er Van Damme production outfit. Já. Hvað í anskotanum er það? Ég má ofalega á grindastölu að skilja þetta, sko. Ég veit ekki. Hringdu bara. Nei, það kemur símsvar það. Það er frábært. Ok, það fyrir þá í annað. Segð okkur 10 hluti sem við veitum ekki um þig. Við verðum bara að gefast upp á þessu Van Damme. Já, við verðum að gefast upp á Van Damme. Ég er ekki búin að gefast upp ennþá. Nei, við verðum ekki búin að gefast upp á the $1 billion idea. Við náðum ekki að... Það tæki ár að ná í hennar umbóðsmann. Það mun dett inn. Já, við reynum þetta aftur. 10 hlutir. Og þetta er svo erfitt, maður. 10 hlutir sem þið vissuð ekki um Gilsarann. Já, þú kemur síðan með þína 10 og eitthvað eftir eða ekki. Já. Þetta er sant, sko, ég veit ekki alveg, ég átti erfitt með að finna 10 atriði, því ég held ég að tala um allt sem ég hef gert, sko, án grín, sko. Já. Ég var að hugsa bara, hvað veit engi, það var eitthvað hellinga drastlíðina sem einhver veit, sko. Ok. Og ég var rekin kór. Varstu rekin kór? Já. Þetta vissi ég ekki, til dæmis. Okkur varstu rekin kór? Það ég bara var í kór, þú veist, í deyrunarskóla, ég var í grunnskóla. Já. Og mér langaði að vera í kór, mér langaði að vera singer. Já. Og hérna, 20 manns eða eitthvað og ég, og sér sagði hann, Egill, getur þú beðið hitt mér eftir tíma? Og ég bara, já, okkur. Svo kom hann, hörðu, hérna, það er best ef að, hérna, þú bara hættir. Já, alveg. Þú bara eðir ekki frá öllum hinum og ég bara, hvað meinarðu? Og þá, þú veist, málið er, þarna var röddin mín ekki orðið svona góðið svona í dag, sko. Er það þarna sem að þessi karakteriðin byrjar að mótast þegar því ég var hafna og kór? Já, þetta tók á, ég veit ekki hana. Ég fór heim bara svona, hvað er að gera þetta? Rekin og kór. Ok, en ég var með teina í svona 5 ár. Já, þetta vissi ég ekki heldur, sko, það er fullt af hlutum sem fólk vissi ekki um þig. Varstu með teina í 5 ár? Já, hvað svoleiðis. Það er ekki svolítið langur tími. Já, þetta var líka vel þreitt, sko. Ég teinaði fólk. Hvernig það? Þú veist, það kom kannski einhver gæi í skólan, einhver glænir í peysu, Egill, til ég býð peysunni mína. Það sem ég gerði þá bara brosti ég með svona, sýndi bara tennunar, raka það svona, beita ekkert í hann, ég bara snerti peysun hans og síðan bakkaði ég með hausinn, þá festist einhver þræðir í mér og ég eyðilagði peysun. Þannig þú varst að teina lið? Já, ég teinaði lið. Og þannig gaf mér engin skít fyrir teinana, þannig að ef það er eitthvað með teinan úti og eru að pirraðar á því, með stela þessu trikki. Já, þetta er sniðugt. Ég er með brunasár á rassinum. Bara, já, ég er enda að sé það, en það er bara þegar við erum í ræktinni. Hvað brendur þið? Ég var pínleiti barn, svona eins og eitthvað að skríða heima, með ömmu, og síðan var að sjóða vatn, og ég skreið inn í eldhús og tók ekki eftir mér, ég er svo snöggur, sko, tókaði í hérna snúruna úr og Egill, þetta var ekkert að því þú varst svo snöggur. Ég myndi freka bara að setja út á pössunahæfileikana. Og það helltist hérna sjóðandi vatni yfir lærið á mér. Ok. Og næst. Þetta vissi ég ekki. Nei. Vissulega ég er mikil dýravennur og áhugamaður dýr. Og horfir engi meira á Animal Planet í heiminum en ég. Ég horf á Animal Planet svona, ef ég horf á sjónvarpið, þá er ég með stilt á Animal Planet. Ok, maður sjá, pop quiz. Komdu með eitthvað staðarundum eitthvað dýr. Staðarundum eitthvað dýr? Já. Pús, íspjörnir, örfötnir. Já, þá er ég sagði þér það. Ok, næsta. Sko, ég hef bjargað mannslífi. Nú? Já. Þú veist, þú ert að segja satt í þessu, sko? Þetta er satt. Já, ok.
Sko, ég bjarga 1.000.000 mannslífum óbeint með þjálfun, en þetta beint. Hvernig gerist það? Það datt gæi niður í svona, gegnum svona, ís á stöðuvatni. Já, ok. Í gegnum svo hólu. Bjargar hún? Hann hljópar og dró hann upp. Hann var að draugna. Já, vel gert. Já, næsta, ég hleyp 100 metran á 11 sekundum, þrátt fyrir að vera yfir 90 kíló. Ok, næsta. Þetta er an amazing fact, það veit að það kannski ekki allir. Nei. Og veistu hvað ég byrjaði útvarpsferilinn minn? Þetta veit ekki margir. Nei. Ég útvarpi MK. Já, ok. Veistu hvað byrjaði þú þinn? Ég var með útvarpsþátt á Sauðárkróki sem hétt á meðan laufin sofa líka spaðanir andvaka sagði Bad Boy Bubby meðan móður hans refsa honum. Getur fundið þessi lengra nafn? Þetta var þáttur sem ég var með í fjölbrautinu á Sauðárkróki. Já, þetta var vinsælt þáttur það? Já, það var góð. Minn var mjög vinsælt. Ég var Örvar Pálma heitinn. Já, þetta var nefnilega sko, það var allir þessu útvarp MK og þetta er ennþá í gangi. Minn þáttur er vinsælt. Ok. Það er bara þannig. Já, nummer 8, ég hef aldrei farið til sálfræðings. Nei, það er kannski eitthvað sem mætti byrja að skoða. Svona við förum út í það. Þetta er eitthvað sem að, þetta er staðurinn sem ætti að breytast hér. Ok. Og ég hata ekki konur. Nei. En byrju, það er öllum meina þó að sé einhverjir nokkru villisingar núti sem halda það, þá vita, við held ég að svona meiri hlutin viti það alveg. Já, þetta er samt hérna gott að koma með þetta fram. Já. Og uppáhaldsmyndin minn því bara Tiny Little Baby var Never Ending Story. Glæsilegt, þetta voru 10 staðreyndir sem við séum ekki Gilsarand. Ásamt því að við reyndum að heyra í umboðsmanni Jean-Claude Van Damme, en það kom ég veit að þínar hérna, þitt séttu eftir. Já, tökum mínar eftir að Svessi búin að syngja, hann er mættur hérna, förstagslega smá. Þetta er eitt gammalt og gott hér með Jennifer Lopez. Get it right, tveir harðir með ykkur á föstudegi. Já, Jennifer er alveg með þetta. Hún er alveg með þetta, það er bara. Við reyndar ekki tveir í stúdíónu núna því að hann er mættur hérna til okkar, vinur okkar, Chubby Little Loverboy. Verður velkominn. Chubby Little Swessman. The Swiss Baby, mættur in the studio. Yeah. Hvernig er kallinn? Ég er góður. Það ekki? Jú. Helfeskur? Já. Já, mann náttúrulega hittið lítið núna. Það er bara ekki neitt nema á föstum. Hvernig líður þér núna? Mér líður bara mjög vel. Líður vel í hjartanu? Já. En málega, hvernig líður þér þetta? Því að þú veist, nú hittur ekki Autumn Blondell, þú vaknar, fer að sofa og þú nær ekki þessum ástriðufulla sleik sem þið tók alltaf fyrir svefnin. Hvernig líður þér? Bara, það er vissulega söknuð til staðar en mér líður vel. Já, það er fyrir öllu. Það er ekki gaman að vera öllum drullu saman hvernig mér líður. Málega, herbyggið þetta hliðin á klósetinu. Varst ekki gott þú að lást heima, varst í iPad-ninum, heyrðir auðvitað lappin á klósett og kúka. Egil, hvað í alveg, hvað er þetta 5 ára? Það er, og sko, þetta er svo vittus og barnaleg spurning. Ok, nú spyr ég þig tilbaka, nú veit ég að þú býð með kærastunni þinni og hjónaherbyggið er við hliðin á klóstinu. Er þetta uppáhaldsminningi þín af konu þegar hún röstir á klóstinu? Er þetta sem þau eru að hugsa heima það eru? Þú ert í your iPad, þegar ég á actually ekki iPad og þú veist það, en ég veit að þú átt iPad. Þú átt að selja your iPad? Þess er alltaf skiptullin gírni sinu. Akkur selur your iPad, akkur átti ekki bara your iPad? Sko, ég er búinn að segja þér akkur þetta var. Ég var með borðtölvu og iPad. Svo fekk ég mér iPhone, þá meika iPad ekki svo ertu búin að skipta iPhone-inn fyrir einhvern annan síma og skipta borðtölvunni fyrir aðra tölvu og svo ertu að selja hina tölvuna hérna. Já, maður þarf að þekkja þetta allt ef maður er í tæknigerðum. Og talandi það, þá er Game G að fara að byrja í næstu viku. Glöggum því. Hvað good shit, hvað ætlar að vera með eitthvað good shit þar? Já, auðvitað. Fæ ég að koma og prófa okkur leiki og hvað? Já, þú ætlar að vera með fitness-hotnið. Já, alveg rétt. Ég var að koma nú með form. Game TV er á potti, það er komið heim. Já, við verðum á stöð 2. Nú, ok. Og potti. Já, ok, vel gert. Og hvaða dögum er þið? Við erum á 50. 50 dögum? Hvetjum alla til að tjekka á því, næsta 5. dag, Game TV. Ok, nú ætlum við að koma einu hérna, Sverrir Bergman, Chubby Little Swesthard. Hérna, ég baði Andrea Bocelli. Já. Hvað er lagið í dag? Sko, lagið í dag er ekki Andrea Bocelli, af því að sko, nei, býttu, leið mér að klára. Andrea Bocelli lagið krefst, sko, mikill að vinnu. Af því að þú veist það eru kaplarna Þú veist að það er Andrea Bocelli tekur þetta lag sem þú vilt. Hann er ekkert einn heima á sem er kassagítar, sko. Þannig að þú ert að segja að Singer of the Year getur ekki sungið. Jú, nei, ég er ekki að segja það. Ég er bara að segja, ég ætla að gera þetta alveg lega. Þess að þarf ég að æfa með þess meira. En það sem þú ert að segja honum aglega. Þú ert maður sem æfir alla daga. Þú hlýtur að geta borið virðingu fyrir því að ég þurfa að æfa líka. Ok, hvenær fæ ég það? Hvenær fæ ég þetta lag? Við vitum ekkert það. Þú færið þá bara svo 10 myndum eftir að kona henni búin á klóstinu. En lagið verður komið hvenær það er bara stemt á það bara næsta föstudag. Ok. Það stemt á það? You gotta deliver, man. Já.
Fólk að býða þessu lagi. Þú ert að býða þetta. Þetta er þetta frábært lag, Já, takk. En hvaða lag eru að fara að heyra í dag? Herðu, það er lag sem heitir Love Song með Cure. Já, ok, Cure er enda rándýr hljómsveit. Og við fengum aðeins að leika okkur, ég og Halldór, og settum bassa með og svona og tókum þetta bara upp. Ok, þannig að, já, við erum að fara að heyra, þetta var tekið upp í hádeginu. Já. Ok, og lagið heitir Love Song. Þetta er mjög væmið og þetta er tilfinningaþrungið. Veist ekki hvað lag þetta er. Þetta er hrikalega flott lag. Og, já, eru þið tilbúinir, strákar? Ég er tilbúin. Ég ekki bara að hlusta á Love Song. Þetta er föstudagslægið, gamla Cure-lægið Love Song með Chub Little Sweatsman og Halldór Gunnari. Tökum á þessu. Læsilegt, föstudagslægið Love Song, gamli Cure-smellurinn. Chub Little Sweatsman, en ég vil hafa þetta hérna... Þú vilt Bocelli? Ég vil hafa þetta hraðara eða Bocelli, en að... Good job, Little Sweatsturd. Já, ég meina, Sweatsturd stendur svolítið vel, en... Já, þetta var bara virkilega flott. Ég veit ekki hvað þetta er. Ég hugsa að séu flestir að núti mjög ánægð með þetta. Ég er allavega mjög sáttur við þetta sjálfur og maður kannski ekki segja svona. Það er ekki að skipta máli? Jú, það er það eina sem skiptir máli. En hvað er helgin hér, Sweatsman? Herðu, ég er að fara að skella mér í brúðkaup á morgun. Já. Akkurat, en svo í kvöld, hvað er í kvöld? Það er bara rólegt í kvöld. Já. Það er bara rólegt og romantist heima fyrir. Horfa á Títu-kynslóðan og X-Factor. Já, eitthvað svo leiðis. Já, og spurningabobban. Já, shit, það er nóg að gerast. Flott dagskrá á Stöð 2 í kvöld, svo maður plöggir þín og eins. Við ætlum að fara hér í örstutt skilabóð og ætlum svo að halda áfram með 10 hluti sem vitið ekki um mig. Ásamt því að við erum búin að semja nýtt lag fyrir Rikka G, ég og Egill og fleira, þannig að ekki bara land. Það er rosalega flott lag. Það er Heart Will Go On, sko. Í okkar búning. Hitt var geðveikt. Þetta er betra. Komið betra lag. Við erum að toppa okkur. Vilt þú vera hrókur alls fagnaðar og bjóða vinnufélögunum í ævintýraferð fyrir bragðlaukana á Krúa Thai? Á hverjum fimmtudegi í morgunþættinum Magasín drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær matarveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og þitt fyrirtæki á heimasíðu FM og þú getur átt von á veislu. Krúa Thai býður upp á frábært úrval af tælensku mat í hæsta gæðaflokki. Morgunþátturinn Magasín og Krúa Thai. Það er fátt notalegra en að kúra upp í sófa á köldum haustdegi með 18 dúnmjúkum milljónum. Lifðu þér smá lottó. Pink Fitboxið inniheldur 3 vörur sem gera kraftaverk á aðeins 21 degi. Aðeins fyrir stelpunnar. Fæst hjá Sportlíf í Glæsibæ og Holtagörðum. Það hefur aldrei verið jafn hagstætt að vera áskrifandi að Stöð 2. Nú kynnum við nýtt og öflugra fríðindakerfi í Stöð 2 Vild. Sjálfvirka afslætti beint í vasa áskrifanda. 10% afsláttur alla daga í 10.11 ef verslaðir fyrir 2000 krónur eða meira. Þú virkjar öll kreditkort fjölskyldunar inn á stöð2.is. Stöð 2 Vild. Allt fyrir áskrifandur. Milla Jovovich snýr aftur sem Alice. My name is Alice. Umbrella is more powerful than ever. Í einni vinsælustu kvikmyndaseríu allra tíma. Surrender or Die. Resident Evil Retribution. Frumsýnd 14. september. Resident Evil 6 kemur á PlayStation 3 2. október. Veistu hver staðan er á reikningum þínum? Eru launin komin? Er búið að millifæra á því? Með einum smelli í appinu tekur stöðuna. Arion banki. Þýskibarinn og Víking kynna hinna frábæru Jet Black Joe. Laugardagskvöld á Þýska barnum. Kaupum á allra vörum Gloss frá Dior og styrkjum okkar veikustu börn. FM 95 á FM 95. Með Spacebound hér í FM 95 blöð. Já, þetta er nú ætlum ég að fá að heyra. Þeir harðir með þig. Já, ég ætlum að heyra núna þitt shit. Mitt shit. 10 hluti. Já, 10 hluti. Já. Og þetta er alveg 100% ég veit ekkert af þessu. Sko, málið er, það kom mér eitthvað óvart að þú varst að lesa upp 10 hluti sem að fólk vissi ekki um þig. Að það voru alveg svona 7 hluti sem ég vissi ekki. Já. Þannig ég var ánægð með það. Vissi ekki með kórinn og þetta? Nei, ég vissi ekki með kórinn og hvernig þú fegst brunasárið á löppina þér og eitthvað svona. Okay. Og það er bjarga mannslífi.
En, já, ok, ég er búin að setja, ég er náttúrulega búin að vera, eins og þú, búin að vera, kannski ég segi ekki frá öllu sem ég ger, en ég er búin að vera náttúrulega í 70 mínútur sem var okkur einasta degi og svona, þannig að maður er búin að segja frá ýmsu sem maður er lent í. Það er erfitt verið að finna 10 hluti. Já, eins og ég held ekkert þegar ég var 20, ég myndi ekkert maður segja frá því í fjölmiðlum að móður mín sendi mig í Playboy-galla í skólan og svæfði mig áður ég fór til tannlæknis og eitthvað svona, en það er eitthvað sem fólk veit að ég er búin að segja það, sko. En já, hérna fann nokkra hluti. Ertu til? Ég er klár. Ok, hluti sem þið vissið ekki mig. Ég er sköllóttur by choice. Ég snóða mig því að mér finnst það flott. Ætland að með það kjafta þessi. Ok. Það er aðeins. Ok. Þetta er sköllóttur by choice. Æ, mér langar. Þetta er þykkt hárata með tagl og gætur þú verið með Steven Seagal tagli núna? Já, mér finnst bara bæði úgeðslega þetta greiðan þér. Já, það er þannig og ég þið ekki og ég vissi það ekki. Svo er þetta spartnaður fyrir mig. Ég held þú væri bara... Nei, mér finnst bara eitthvað þægilegt að vera snóðar. Ég held þú væri bara bold piece of shit, en þú ert með þykkt. Já, ok. Sköllóttur by choice. Þetta gefið ekki hana. Ok, svo er það næsta. Ég verður að sofa hægra megin í rúminu. Og nú er ég ekki að ljúga. Þú verður að sofa hægra megin í rúminu? Já. Hægra megin þú horfir á rúmið eða þú liggur í? Nei, þegar ég ligg í því. Já, hörðu, ég vissi þetta alveg. Öllum helvitis hótelherbergum sem við félagarnir förum á, þá hoppar alltaf á það rúm alltaf. Já, ég verður að til ég ligg á að verði að vera hægra megin í herbergin. Þetta er bara eitthvað mjög steikt. Þetta er eitthvað, já, mér finnst bara þægilega. Hvað gerist ef þú ferð hinum megin? Ég fæ útbrot. Nei, það gerist ekkert. Mér finnst þetta bara þægilegra. Svo er það, þú veist, næsta. Já, ég átti einu svona 11 ristabrauðsnaðar með bönunum og varð veikur í maðan með þetta. Og það er metið mitt, 11 ristabrauðsnaðar. Þú getur svo mikið átvagl. Já, en sko síðustu 3 ár, það var bara eitthvað keppniskap þar í gangi. Var það keppni, varstu bara einn heima reiður? Nei, ég var með einu vinnu mínum og ég var búinn að vera að segja í skólan, ég held ég að vera í 8. frekar en 9. bekk. Að sko, nú er ekkert að ljúga, þegar ég kom heim í hádeginu, það var svona að ritual hjá minni fjölskyldu, þá var ristað brauð og bara alltaf í hádeginu heima mér. Bara mamma, ég, mamma, pabbi, Maja og Dæja og við áttum svona ristavél sem var the shit þá voru 4 í einu. Það voru ekkert margir á Sauðárkróki sem áttu svoleiðis á þeim tíma, en það var ekki annað hægt hjá minni fjölskyldu því að við vorum náttúrulega öll í ristabrauðinu og mér fannst svo létt að éta 6. Ég fór létt með það, ég elska brauð með bönunum og ég elska líka bara ristabrauð með smjör og osti, mér finnst það bara æðislegt. Og ég var ekkert búinn að segja að það væri 6 og þá var hérna Árni vinur minn að spyrja mig hvað ég gæti étið margar. Og við fórum svo einu svona heim til mín eftir æfingu og ég tjekkaði á því og tróði með 11 en ég var veikur? Já, mér var illt í mánu langt fram á nótt. Þú ættir að hægja þér alveg um leiðu? Nei, en ég átti bara erfitt með að sofa þegar mér var illt í mánu. Þetta hef ég ekki sagt áður. Og svo er það næsta. Ég opna alltaf ísskápið minn þegar ég kem heim og þó ég sé ekkert að fara að fá mér neitt og ég sé nýbúinn að borða, nýkominn að safran eða eitthvað, ekkert þyrstur, ekkert svangur, opna hann alltaf. Þú ert stór förðulegur. Þegar ég labba inn í íbúðinu minna, fyrsta sem ég ger, ég henda mér úlpunni. Þú veist það sé tómur, þú opnar hann. Labba inn og opna ísskápinn og ég ger þetta líka heima á systur minni Mæju og mömmu. Hvað er það sé ykkur inn í ísskápnum það? Ég veit það ekki, þetta er bara einhver forvitni. Þú dvergur bara, það tokki sig í ísskápnum það? Nei. Hoppi á því þú opnar hann það? Þetta er meira bara svona einhver kækur sko. En þú veist eins og alltaf þegar ég ger þetta hjá Mæju systir eða mömmu þá bara stu svangur ástu minn. Nei, góður sko. Bara opna ísskápinn. Bara tjekka. Ég myndi flokka þetta sem dónarskap sko. Og ferð ekki inn okkur fólki og bara opnar ísskápinn sko. Hjá einhverju fólki, þetta er mamma mín. Já, ég meina, nú fer bara eitthvað. Nei, þá ger ég það ekki. Þú færði nonna tattoo, myndir þú byrja að opna ísskápina? Nei, og ekki heldur ég kemur heim til þig. Jú, reyndar ég myndi sennilega gera heim á þér. Já, þú myndir líklega opna ísskápina þar. Herru, svo er það næsta. Þetta er eitthvað sem ég er ekkert stoltur af, en því miður sagt, ég stal öll úr bílum sem voru opnið þegar ég var 6 ára. Og það voru orðið vandamál í fjölskyldu minni. En þá var ég ekkert að stela neinum dýrum hlutum. Ég tók öll gler, og fegstu tíkall fyrir glerið, og allt klink sem ég sá, ég stali. Hvað er glæpamaður? Ég var 6 ára svona sko. Þetta henda þér eitthvað svona, eitthvað fangilsi fyrir Tiny Little Babies. Ég grýttir í jaili ef ég verið lögga á Sauðárkróki. Tiny Little Baby fangilsi? Já, það er bara þannig. 6 ára krakki með stelúsíki. Já. En það var 1000 kall við hliðin á klíkinu. Þú sleftir honum ekki. Nei, það er sem að mamma hefur með þess að gefa mér. Hún hrósaði fyrir það. Já, það er sem sagt að því að ég var villingur en ég var ekki vondur. Hún sagði mér, þú mátt eiga það, þú veist, þú sett þjófur og með glæpamaður að þú tekur allan ekki. Nei, ég var eins og böstaður að fara frá bílnum og maðurinn sem ég stal úr bílnum frá sagði, það var endur ekki 1000 kall, það var heldur 500 kall sem var náttúrulega töluvert meira þá, eftir 1986, að ég hefði ekki tekið 500 kall. Það var að sáttu við þig? Gaf það high five? Já, nei, hann náttúrulega hlapp eftir því ég stal úr bílnum. Hristi hann allan til og sagði, þú vil ekki ræða? Hristi mig og spurði hvað ég ætti heima og... Fórstu grænja? Nei, ég fór ekki að grænja en ég var hrættur. Svo er það næsta. Ég var eins og veikur í sumarbúðunum á Tungu. Ég veit ekki hvort það er sumarbúður síðan þá. Sumarbúðunum á Tungu? Já, þetta var samt hérna fyrir sunnan, sko. Ég veit ekki hvort það sé hætt. Það voru sumarbúðunir í Tungum. Og ég var veikur þar eftir að hafa klárað eina túpu af tannkremi. Það mér fannst það svo gott á bragði.
Og þetta satt, eitthvað sem fólk vissi ekki, held ég. Hvað þú veist, weird. Ég var stórfyrirlega. Svo það næsta. Ég hef lesið 2 bækur á ævi minni sem eru ekki eftir Þorgrím Þráinsson. Þetta er sorglegt. Það er ævisaga Kurt Cobain og Gauragangur. Ok. Þú elskar að togga? Elskar að togga Þráins, eða? Nei, en ég er samt búinn að lesa Lalla ljósadaur, Tár, bros og þakaskor. Þannig að ég held ég sé í 4 bókum. Sem er skrítið því að pabbi minn les rosalega mikið og mamma mín og báða systur mínar. Ég er eini í fjölskyldinni sem er... Og þú elskar að horfa á góða þætti? Já, ég er svona sjómasvíkill meira. Og svo er það næsta. Ég byrjaði að halda upp á R.E.M. þegar ég var í 10. bekk eftir að hafa heyrt lagið Losing My Religion og safnaði með pening og keipti mér alla diskana þeirra en hlustaði aldrei á það. Mér fannst bara töff að halda upp á það. Sorglegt. Já, ég er bara að sjá það auðvitað. Það var eitthvað aðeins. Hjálfurinni. Ég er ennþá stórfyrirlegur sko. Svo er það næsta. Númer hvað er þessi? Það er bara koma 10. og síðasta. Já, síðasta þinn, ok. Já, það var húsvörður og Sauðárkróki sem reif mig eins og upp á eistunum. Og þetta er dagsrætt. Ég vil ekki segja hvað hann heitir, en það var ekki eins og mér að kenna. Girta niður þig og tóku eistunum og lyftu þér upp. Nei, þetta var þannig við vorum í körfubolta. Ég held ég að vera í 8. flokki. Og Biggi vinnu minn, hann spilaði á trompet. Og við vorum ekki vinsalegstu hópurinn í íþróttahúsinu hjá húsverð. Nei, þú varst alltaf óþolandi. Já, við vorum alltaf, og bara allur minn árgangur. Við vorum ekki vinsalegna og hann var að spila á trompet. Og svo var húsvörðurinn sem ég ætla ekki að nafngreina, var orðinn rosalega þreyttur á okkur. Og Biggi tók og blési í trompeti sinn, bara ógeðslega hátt, hann glumdi yfir allt. Og hann kom hlaupandi inn brjálaður, sá að Biggi hélt á trompetinu, en Biggi var rosalega stór og mikill unglingur, þannig að hann þorði ekkert í hann reif bara mig, litla tittinu upp. Á punktnum? Já, svona greipum miðsvæðið á mér og lyfti mér upp. Jesus! Brjálaður og tók sem sagt vinstri höndina og hann var hérna á öxlinum. Já, og hægri á punktnum aður. Já, og bara svona neldi mig upp í vegg. Þetta er dagsatt. Þetta voru 10 hlutir sem að ég gæfi 3 kúlur fyrir að sjá þetta atrið á YouTube þegar það drefur upp á punktum og smákrakki. Sko það voru ekki konni gemsar þá, hvað þá menn að taka þetta upp. En veistu hvað ég er með handa þér núna? Eitthvað gott sétt? Já, ég hugsa að þú varst eitthvað að nautið hendaði með einhverju góðu lagi. Já, það er jákvæðnir, það er alþjóðlegi dagur jákvæðnir í dag. Já, við ætlum að vera mjög jákvæðir. Ég vil eitthvað jákvæð lag. Já, og bara þú lítur vel út núna, Egill. Já, sömuleiðis. Gefa þig það og hlusta á þetta. Hvað lag þetta er? Hvað lag þetta er? Billy Idol. Ég elska hann. Þetta er Rebel Yell, maður. Þetta er meistari. Föstu dagur, allir í feeling, það er Oktoberfest og hellingur að vera. Stelpunar okkar að keppa á morgun við Norður Íra á Laugardalsvelli klukkan korter yfir 4. Það var smá Billy Idol. Það er kannski ekki allt og sátti núna en það eru 2 harðir, það er föstu dagur. Færði SMS og Brynjar Mánuna sem segir, Röddi, settu Billy Idol einu sinni aftur á og þá maður Brynjar Már í andlitið þér. Segir hann það? Nei, en þetta er ekkert... Talar Brynjar Már þessi í 3. persónu, segir hann, Brynjar Már er ekki sáttu við þetta, Röddi? Brynjar Már er brjálaður. Ekki lagi með þig, hvað er Brynjar Már tala í 3. persónu? Það var ekki grjótart. Ég verði Brynjar Már að myndi segja það. Þú talar þig í 3. persónu? Stundum. Ekkert stundum, eiginlega alltaf. Nei, hvað er það enginn? Já, Gilsarinn ætlar að taka þér rólega helgina. Þú segir ekki, ég ætla að taka þér rólega helgina. Þú veist hvað er að tala sig í 3. persónu, eða ekki? Jú, ég segi þetta stundum. Stundum, eiginlega alltaf. Er það? Já. Viltu ég fara að venja maður þessu? Hvað segir þau? Viltu ég venja maður þessu? Nei, ég hef alveg... Ég minnst þér að þú segir þetta, mér finnst ég ekki eiga skilið, sko. Mér finnst það er ákveðna menn að skilið að tala sig í 3. persónu. Hver er eiga skilið? Brynjar Már. Já, finnst þér hann eiga skilið? Finnst mér hann eiga skilið, byrja aðeins, já. Ok, okkur á Brynjar Már það skilið? Þannig Brynjar Már. Ok. Og sko, Kolbarn á það skilið. Þú veist, Kolbarn er bara slagur í kvöld, ef hann, veist, hann á bara að tala svona. Já, þannig að, Ásgeir ætti þá að segja, já, Kolbarn ætlar ekkert að gera. Já, ég segi, hvað er að gera í kvöld? Kolbarn er slagur. Þú veist, ég ætla á þetta að fara á... Kolbarn er að fara í brúðkaupamál. Já, þú veist, Kolbarn sér austur í kvöld. Kolbarn er á vaktinni, eitthvað svona. Kolbarn er líka, ég verð að gefa Ásgeiri það. Ég heldur reyndar að hann hafi ekki fundið upp á þessu nafni sjálfur, en þetta er rándýrt nafn. Kolbarn? Já. Ásgeir Kolbeinsson? Já, sko, hann getur unni með það, en ef hann er ellendis, hvort hann þá kalla sig Ásgeir Kolbeinsson eða Kolb. Hvort er betra? The Kolb. The Kolb, já. Málið er... Svona þægilegra. Hérna, hefur þið séð Kolb? The Kolb. The Kolb? Já, sko, Kolb, pappans. Nei, jú, ég hef séð hann, en ég held ég bara hitt hann einu. Það er rosalegt. Það er bara eins og Kolbarinn. Hvað heldur þú pungir út svona kríl eins og Ásgeir Kolbeinsson og sér gjössanlega með þetta? Hörðu, hann er með eitthvað rosalega rödd sér, þetta Ásgeir Kolbeinsson með randir útasrödd. Og hérna, hörðu. Hlustaði þú á hann þegar hann var með Rólegt Rómatist á bylginni, Ásgeir? Nei, ég er enda mann ekki eftir því, sko. En hlustaði þú á hann? Já. Og þetta einnig með grátanda að hlusta á Rólegt Rómatist með Ásgeir Kolbeinsson. Það er ekki líklegt. Ég bara hlusta á það þegar ég var á rúmtinu. Ok, hörðu, hérna,
málega Kolbarinn, the Kolb, Kolbfaður, father of the Kolb, Kolb, hann er, ég að segja þér að hann er the Kolbfaður? Já, hann er eins og Kolbarinn, bara 20 árum eldri, hann er með svona grátt í hár, hann er nákvæmlega eins, hann er, ef þú segir núna, þá myndir halda það, Kolb, hvað er það að háraði grátt? Hann er eins. Er það ekki tengdapabbi þinn eða eitthvað? Jú. Já, það er tengdapabbi þinn. Það er father Kolb, ég nefndi mér inn í the father Kolb family. Já, ok. Sko, þannig að þetta er ótrúlega, þetta er lýgilegt, þú verður eiginlega að sjá það tvo saman, það er æðislegt. Og þannig að þú hefur tekið eftir til dæmis í fjölskyldubóðum og svona, hvaðan Kolb machine fær the Kolb magic? Já, málega, sumir gæjar, þú veist, sumir gæjar eru bara ljótir þegar eldast. Við erum sem betur fyrir heppnir, við erum myndalega með hverju árinu. Kolbarn er einn af þeim. Sko, ég veit bara hvernig Kolbarn lítur út eftir nokkur ár. Ég sé pappans, hann verður myndalegri, 60 Kolbarn en hann er í dag. Þannig að ef þau eru hlusta og langar að myndalegan grjótarangæja með grátt í vöngunum, allt á hreinu, náðu ykkur í the goddamn Kolbfaður. Ég get alveg lofað því að Ásgeir Kolbeinsson mun aldrei vera með grátt í vöngum. Ásgeir Kolbeinsson byrjaði að lita á sér hárið ára hann fermdist, sko. Þannig að hann verður ekkert með grátt í vöngum. Hann á eftir að leika sig með einhverja nýja liti, en hárið eru ekki einn aðeins. Já, en að lita það bara silfur grátt. Þá Kolb sem silfurrefin? Já. Það var rosalegt. Þetta er bara áskorun. Kolb, ef þú ert að hlusta, splæsti silfurrefin. Ég get líka alveg sagt þér annað með Kolb, ástæðan fyrir að hann mun eldast vel og það er ekkert bara tengt pappans. Ég held að sé ekki til krem sem Ásgeir Kolbens veit ekki hvað heitir. Nei. Það kemur ekkert óvart að hann sé að bera á sig einhvern monkey-kúk frá einhverjum lönd, eitthvað svona bara sem engin veit um. Hefur þið farið inn á baðherbergi hjá honum, heima hjá? Hefur við farið, þetta er eins og að labba inn á hárgreiðslustofu. Nei, ágrís, fólk heldur kannski sem að íkja. Já. Þú lappar inn og það er svona alls konar lykt, bara eins og lappar inn í blómabúðu eða eitthvað. Ógeðslega góð lykt. Já, viðbærslega góð lykt. Bara eins og stelpa ég heima þarna. Hörru, og síðan þú klikkar upp í gluggakistu þarna, það sem hana sjampóin ég veit það, hjá sturtunni. Milljón tegundir. Og hver brúsi kostar allavega 15.000, ég held að sé þessa brúsa, það er ekki selt út í 10-11, sko. Nei, hann pantar þetta. Milljón hárgel og krem, hann er með allt á hreinu. Hann er að panta þetta frá einhverju öðru landi, sko, þessi sjampó. Þetta er ekkert eitthvað svona. Mér finnst að Kolbarn að halda námskeið, bara fyrir einn almenna lúða þarna úti sem kann ekki nota dagkrem eða aukkrem eða hvað það er. Kolbarn var með námskeið bara. Já, hefur ekki líka séð skápinn hjá honum hjá vasknum? Jú. Hann er ekkert að splæsi einhvern eitt smell sem hann setur á sig bara, ok, þetta er lyktin mín næstu svona 2 mánuðina. Hann er þvílitt að leika sér þetta. Síðan er hann, veist, það er enginn sem grillar betur en hann. Hann býður í steik, bara fullkominn steik. Það minnir mig alltaf á hversu mikið ég malt niður mig þegar ég kíkja á Kolbarn. Já. Bara því ég lappa inn í baðherbyggi, bara hugsaði bara að jöfnvis aumingi er ég. Það er maður sem er gjörsamlega með allt á hreinu. Hann er með páfagauk sem elskar sig. Já, sem getur talað um hann. Já. Það er ekkert margir sem getur alveg páfagauk og láta hann tala. Ég var heima á hann daginn og bara og hann opnaði svaðarinn. Ég bara, Kolb, þetta er eitthvað ruglaður það? Það er páfagaukurinn, sko. Nei, það fer ekkert út. Hvað meina, það fer hann ekki út? Það er ekki Kolbarn. Já. Hann vill ekki fara á Kolbarn. Hann kveður hann ekki. Ef að Kolbarn er frút, þá fer hann út, kannski á öxlinu á honum og hann dettur ekki huga að fljúga í burtu. Kolb átti eins og kött, hann fór aldrei út úr húsi. Það er alltaf bara hjá honum. Ótrúlegt. Ég get að tala um Kolb þetta dag, sko. Já, þetta er what a human being. Talandi um Kolb, þá erum við nú, sennilega að fara að gefa flöskuborð á austur og eftir. Já, við ætlum að hvíla það, en eigum ekki bara að gefa einhverjum. Fólk á það skilið. Finnum þá einhverja góða leið til að gefa það? Já, ég nenni ekki, ég fyrir þetta miklu börn og það er keyrt á Gelsvaran, sko. Já. Það er þetta að vera ágætt. Hvað annað getur við gert til að gefa fólki þetta drasl? Hugsaðu aðeins núna, svo erum við líka með lagið Rikka G og eftir og lagið á leiðinni heim. En þetta lag kemur eftir mörgum í ganga á föstudegi. Allavega tröflast allt þetta lag að spila á skemmtistöðum bæjar. Jones bóla tilbóðinu. Stikkið á 2.990 og 1000 kall fyrir stykki nr. 2. Jack & Jones Smáralind og Kringlunni. Bátur mánaðarins á Nonnabita er skinkubátur á 990 krónur. Nonnabiti, best fyrir svanga. Veist þú hver réttur þinn er? Ekki. Hvernig veistu á hvort það sé verið að svindla þér? ASIung.is Ég styrir að hlusta hér á 2 harða. Svæhard. Við Egill með ykkur til 6 í dag. Ég er forvitinn á þeim Blondell. Hvað er það forvitinum? Hvernig veðrið verður helgina? Já. Og hver er betri til að segja okkur það en The Weatherman? Hvað, Siggi Stormur? Nei, The Weather God. The Weather... Ingo? Af hverju ég var að ringja í A Weatherman, veist, A Weatherman, þú getur hringt í The Weather God. En köllum hann The Weatherman. Hringdi Ingo Veðurguð. Spurðum hann hvernig veðrið verður. Varstu búin að tala eitthvað við hana? Nei. Ok. Þá var við að finna númer hans hérna. Ok, en okkur á Ingo, bara þegar hann kallar sig Veðurguðinn? Já, nú ættu að líka að skella á. En þú veist, mér er sama? Nei, hann spjallar nú ykkur stráð. Heldur það? Má sjá, þið eru að hringja hérna. Ég verður að svara. Ég skal byrja bara. Þetta er svolítið þinnlegur. Halló?
Hey, Weatherman, what's up? Blessaður. Hvernig ertu, Weatherman? Góður, en þið? Það eru bara eins og nýr, hörðu, hvernig verður helgina þú miklu meistari? Í dag, ég ætla að leggja orðum í síman, ég ætla að lolla hérna aðeins, býta aðeins. Ég ætla að lolla. Ok, búinn ég, þessi bara ná mér þetta á svo fyndið. Er þetta orðið svona þreytt? Ja, þetta vel þreytt, sko. Ég fór út að borða fyrir þrenduðu síðan, hann var einn þjóttni sem sagði, hvað, bör þú ábyrgð á veðrinu? En þá kom einhver vinur hann síðan sem var líka þjóttni, eitthvað pikkaði eitthvað, en hei gamli, þetta var ekki fyndið, sko. Já, ok. Er þetta orðið þreytt, eða? Erum við eitthvað miskir lífið hérna hitt út í honum, eða? Nei, þetta er að detta úr í að vera þreytt yfir að vera klassísk. Þetta, ég heyrði það bara, þetta kom svo frá hjartan hjá Ingo. Það er býtað að leggja fram með Símon og lolla þess. Það ert ekki góður? Ég er bara ferskur. Já, og hvað, hvernig er spáin á morgun, veistu það? Hringdu þið farlega að djóka með það? Já, bara svona, þú veist. Allt í þinn. Það er búið að vera svo mikið rigning. Já. Sem sökkar, sko. Ber þú ábyrgð á henni, eða? Ég er bara við nýju, strókar. Eru að tala um eitthvað slittu? Nei, það er bara bóngu og blíða. Ok, en svona, við verðum nú að spjalla eins við Ingo. Já, þú mættir á línu. Hvað á að gera um helgina, þú miklu meistari? Það er eitthvað gigg á eftir. Já, kallar alltaf að gigga? Já, það er alltaf nóg að gera. Alltaf að hella í þig, eða? Nei, ég verði nú bara með sótavart, sko. Já, ok. Já, það er æfingi fyrir á móli og svona. Já, býttu að þetta tímabilið er náttúrulega ekki ennþá búið. Nei, það er svona svo gott semrendar, en við höfum smá séns að halda okkur uppi. Ertu ekki bara að segja Loga bara, hörðu, Logi, hendu the Weatherman í liðið. Right now? Já, ég er í klappliðinu hann á bekknum, það er alltaf leik. En hefur aldrei sagt til Loga, Logi, þú setjum í liðið og skulle lofa að góða veðra á morgun? Þetta var ríkalega. Þetta er svo tapast. Ég lendi ekki svona hugsa eitthvað Það segir mér eitt, en núna, ok, ánals gríns, þú byrjaði að síða svona ríkalega vel, þú varst búin að koma þér í geðstand, hvað er þetta ekki búin að fá að spila? Ég veit ekki, sko, þetta er gangurinn í bollanum. Er ekki bara erfitt að samina óreglunan sem fylgir því að vera a top musician og knattspyrnumaður? Jú, svo er þetta náttúrulega mikið að giggum og náttúrulega, kannski er þetta að hafna því, sko. Já, Egil þekkir þetta frá því að hann var í Mercedes Club, hann hafði aldrei getað verið að spila með úrvalsdeildarliði fótbolta líka. Ekki fræðilegur. Ég veit alveg hvernig þetta er, Ingo, sko, ég hef verið í þessum lifestyle sem fylgir því að vera a singer, sko. Þetta er erfitt. Það er ekkert comeback á leiðinu, eða? Nei, kannski fylli Egilshöll einhvern tímann og ef ég gera það þá máttu hita upp. Já, það er bara heiður. Já, þetta er eins og ég sagði daginn, ef þið fylla hann einhverju þá er það skít. Það er ekki full höll af fólki hérna, ég get lofaði því. Já, Weatherman, en segðu okkur núna, að því að það er svo gaman að heyri þér, þú ert svo hress og lífsglæður. Hvað ertu að gera nákvæmlega núna þegar þú hringdum? Hvað ertu stattur á landinu, í hvaða fötum ertu og hvað varst að gera? Ég var að splæsa í ykkur skyrtu hérna og var að máta hana. Ok, hvar? Í Kringlunni. Ertu í Kringlunni núna? Nei, ég var í Kringlunni, ég kom heim, sko, og bara máta skyrtuna. Ok, varstu ánægð með hana? Já, svona sleppur alveg, sko. Ætlar að vera í þessar skyrtu í kvöld, eða? Já, ég var að kaupa hana fyrir gigi, sko, til að lúka í giginu. Er þetta 17 grínlega skyrta? Nei, alls ekki, þetta er svolítið mömmuleg skyrta, ég er að spila fyrir sjóa og eitthvað svolítið, þetta er svona bara mjög basic, sko. Já, en er veðugviðun okkar, er hann kominn á fast? Nei, það er svona allt opið í hérna, sko. Já. Það er veistlega fyrir dömennar úti, það fer eitthvað dætt inn. Já, ert þú ekki svona draumur alla tengdra með það? Jú, ég er með góða sögu og svona. The Weatherman? Já, guðin, neður. Sko, í Bandaríkjunum er The Weatherman alltaf mest eftirsóttast gæinn bara sem þú getur fengið. Já, en hann er ekki veðurmaðurinn, hann er The Weather God. Já, ég kýs að kalla hann The Weatherman. Og það hann er ekki orðinn þreyttur á því eins og þetta er ekki orðinn þreytt ennþá? Nei. Megum hringja reglulega í þig og spyrja út í veðrið? Já, takk eins og þið viljið. En ennur að taka hérna fyrir okkur í lokin, smá Acoustic Bahama. Já, býta aðeins, ég ætla að ná í gítarinn Ingo, alltaf gaman að heyri þér, við verðum í bátti. Já, sömuleiðis. Sjáumst Weatherman. Bye. Vákánu fannst ekki að finna þér og spyrja hvernig veðrið væri. Ég var líka vonast til myndi ekki finna sko. Nei, það gerði síntalið skemmtilegra. Við hringjum með hann aftur nættu viku. Þetta með halda höldum þessu grín áfram, þá getur hann hættur að svara sko. Ég samt veit pínu kann að tala um. Sko, ég held að ég þekki ekki svona mikið bökk eins og hann er að fá hvernig veðrið verður og eitthvað svona. En á sínum tíma,
þá gat ég ekki röltin á skemmtistað og fengið mér bjór eða hvað sem ég drakk á þeim tíma, Kafti Morgan í Sprite eða eitthvað, á þess að ég var spurður hvort að þetta væri ógeðisdrykkur. Er þetta ógeðisdrykkur þetta? Hvernig er það? Á að fá sér ógeðisdrykk. Þannig að, já, þetta er svona, þetta fylgir þessu. Já, bara hannig. Þetta var Ingo, eldhress, hann var eitthvað ekki hress en skemmtilegur. Við þurfum að gefa flösku og við þurfum að fá Ricky G-Man inn á lag og já, við erum með lag Ricky G-Man, við ætlum að gefa flöskuborð á austur og svo erum við líka með lagi á leiðinni heim. En fáum núna Childish Gambino með Heartbeat, ég hef ekki spilað þetta í smá tíma, en virkilega flott lag hér á ferðinni. Blöndal, beint á móti mér situr Egill Einarsson við stundum undir nafninu Tveir harðir eða ekkert stundum á föstudögum í FM 9 blöð kallu okkur alltaf Tveir harðir og það er komið að því að gefa flöskuborð á austur. Það er eitthvað sem við erum búin að gera síðustu 2 þætti og þetta er bara því að we love our fans. Já, við elskum að gefa. Það er bara þannig, máli, ég er búin að vera undanfarið í að hlaupandi út og fólk að flauta. Það er bara auðvelt og hérna við þurfum að breyta til. Já, og það sem við ætlum að gera núna, við ætlum að launa fólki sem er búin að hlusta á þáttinn í dag. Já. Þannig að þú getur ekki unnið flöskun ef þú sétt búin að hlusta á þáttinn. Nei, það er bara þannig. Það þarf að vera eitthvað dedicated fan sem er búin að sitja heima í kaffibolla að hlusta. Nákvæmlega, og það er 511-0957 og til þess að vinna flöskuborð á austur þarfst að geta nefnt eitt hlut sem að Egill sagði frá áðan í 10 hluti sem við vissum ekki um hann og eitt hlut sem að ég sagði frá. Já, þannig að það þarf að vera eitthvað sem maður að taka eftir með gott minni, með allt á hreinu. Við skulum bara opna hérna fyrir Símon og sjá FM 95 blöð, góðan daginn. Já, Sælbertu, hvernig ertu? Gaslaður. Eða ekki? Eða ekki? Mest í góðu skapi? Ég er í mjög góðu skapi. Já, hvað er verið að brasa? Ég er bara að keyra með krakkan sofandi í bílmáliðin heim. Ok, nice. Langar að nýta flöskuborð á austur um helgina? Já, finnst að krakkinn er sofnaður, þá að gera hella hans í sig. Já, bara hann. Herðu, nei, reyndar ekki. Ef ég þarf að nýta um helgina, þá má okkur annar hýrða það. Nei, það þarf ekki að vera um helgina, ef þú getur svarað rétt. Ok, ég byrjaði bara að hlusta þegar ég lappa át í kringlunni þegar þú varst að segja frá sögunni í Íþróttahúsinu á Söðurkróki, en ég veit ekki hvað hún lendir í vandræðum núna þegar hún heyrði ekki. Þannig að hún heyrði ekkert með Egill. Hún var í kringlunni. Nei, ég er búin að hlusta síðan þá, en ég heyrði ekki hvað var undan því. Í miður, þá þurfum við að reyna einhvern annan. Í miður. Takk samt og takk fyrir að hlusta. Ok, fáið næsta hér FM 95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Góðan dag, hvað segir þú gott? Ég segja fínt. Nei ekki, hvað það gera? Ég ætla bara að fá flöskuborð hjá þér. Já, það er svona eina sem þú ætti að gera. Já. Auðvitað, kemur sér beint að efnin, ég er að fíla það. Já. Herðu, getur þú nefnt, eitthvað sem að Egill sagði frá og eitthvað sem ég sagði frá, eitthvað sem að fólk veist ekki? Já, þú varst drifin upp á Eistbólum. Já, Íþróttahúsinu Söðurkróki. Það mun enginn gleyma því, það er bara... Já, Egill bjargaði mannslífi og svona. Þetta árið með þetta. Þú varst drifin upp á Eistónum og ég bjargaði mannslífi. Það er aðeins skemmtilegra mitt þarna, sko. Já, þetta er svona sýnir bara hvernig líf okkar er búið að vera. Hvað heitir þú? Sigrún Anna. Sigrún Anna. Ertu ekki örugglega komið með aldur? Jú. Já. Við þurfum bara að láta Kolbaran fá nafnið hennar. Við tölum við Ásgeir og hann verður með nafnið þitt, þannig að þú lætur bara vita og segir og hefur unnið þetta í þættinum okkar. Ok, takk fyrir það. Það var nú lítið, góða skemmtun. Ok, bye. Þetta var ekki lengi, hún var með þetta alveg á reynu. Hún var líka bara búin að vera heim í dag. Já, við hefum þurft að nefna, ég láta fólk nefna tvenn. Já, til að hafa þetta erfiðara. En við gefum flösku oftar, við erum okkur gefing. Ó, sér okkur á lappinni í stúdíóið, Ricky G, man. Herði, Ricky. Ó, við erum með grjótart laghandaðir hérna eftir, Ricky. Sestu hérna. Út af því við elskuðu þig, Ríkard. Það er bara þannig. Þú mann síðasta lag sem við söndum fyrir þig. Það var hérna, og tók við In The Club. Ekki svona neikvætt. Við erum búin að semja nýtt laghandari. Já, kvættum. Og það kemur hér eftir örskamma stund og ég held að þú verði gríðalánaði með það. Já, ég held að. Það er fallegt mér þess að. Fáum fyrst. Smá partyfeeling. Föstudagur. Ég held sem búin að segja föstudagur, svona 10 sem í þættinu. Það er föstudagur. Já, það er föstudagur. Það er að hárið til að segja. Morgunþátturinn Magasín á ferðalagi landið. Næstu helgi verður Morgunþátturinn Magasín með skemmtikvöld á Akranesi. Nánar tiltekið á Gamla Kaupfélaginu. Lauflétt pubquiz, uppistand, fáránlegar keppnir og löðrandi sveittball fram eftir nóttu. Sjáumst á Gamla Kaupfélaginu á Akranesi. Laugardagskvöldið 15. september. Hlökkum til að sjá þig. Morgunþátturinn Magasín.
taktu þátt í Dans, dans, dans á RÚV. Danspröfur fara fram í Hörpu 28. til 30. september. Við leitum að dönsurum, danspörum og danshópum. Skráðu til leiks á RÚV.is og á Facebook. Gríftu tækifærið og taktu þátt í Dans, dans, dans. Icelandic Tattoo Expo dagana 14. til 16. september í Súnasal Hótel Sögur. Stærsta tattoo-festival sem haldið hefur verið á Íslandi. 45 tattoo-artistar, freakshow með lizardmenn og margt fleira. Allar upplýsingar á icelandictattooexpo.com. Sólbaðstofan Smart. 3 staðir, 1 númer. 533 3350. Það hefur aldrei verið jafn hagstætt að vera áskrifandi að Stöð 2. Nú kynnum við nýtt og öflugra fríðindakerfi í Stöð 2 Vild. Sjálfvirka afslætti beint í vasa áskrifanda. 25% afsláttur alla sunnudaga í skemmtigarðinum í Smáralind. Virkjaðu öll kreditkort fjölskyldunar á stöð2.is. Stöð 2 Vild. Allt fyrir áskrifandur. Kindur hafa meira vita á fjármálum heldur en það lið fyrir sunnan. Og þær vita að skuldir borga sig ekki. Það snýst alltaf eigið fé. Náðu betri tökum á fjármálunum með Mastercard fékorti, nýja fyrirframgreidda greiðslukortinu. Farðu skynsamlega með þitt fé. Sæktu fékort á kreditkort.is. Þýskibarinn og Víking kynna hinna frábæru Jet Black Joe. Laugardagskvöld á Þýska barnum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 95. Það hárið þér að hlusta hér á FM 95 Blö og já, það styttist því að við Egill kveðjum hér. Hann mættur að Rikki G að fara að taka við vaktinni og já, það vil svo skemmtilega til Rikki eins og við sögðum þér aðan. En við erum búin að semja lag um þig. Síðast vorum við nummer 2. Já, síðast vorum við In The Club. Við ákvaðum að vera aðeins romantískari núna þennan föstudaginn og leika okkur með My Heart Will Go On. Sko, ég er með smá áhugjur ég er með áhugjur á þessum falskir. Ég er með ekki miklu áhugjur á þið. Nei. Ég er smá áhugjur á þið. Það er ekki búið að autotune okkur, orðum það þannig. Já, getur þetta reddað því svetti? Þetta verður þið ekki. Nei, þetta er vitt, veist þú. Þetta er allt niður því. Hérna er það ekki. Þetta er fyrir þið ekki. Já, þetta er hérna við hlið. Já, hækka það síðan. Þetta verður þið ekki hérna. Rikki, þetta lag er samið fyrir þig því okkur þykir vænt um þig. Þið ekki vænt um þig, Rikki. Þú ert með allt lóðrétt en það er ekki of seint. Rikki G, man. Kefletturinn in the house. Hann er núna mættur, hann Rikki G. Svolítið tjöppi og í ljótum ból. Með andlit fyrir einungis útvar, lítill ljótur kubbur með ekkert. Við sömdu fyrir Rikka G í dag, þennan föstudaginn. We love you, Rikki G, you're my man. Rikki G, man. Maður þarf ekki eiga óvinni þegar maður á vinni svo ykkur, sko. Þið erum að reyna að hjálpa þér. Nú er klukkan orðin 6. En pæliði, ef ég var ekki með breitt bak, þá var ég sennilega að fara að hengja mig í kvöld, sko. Já, eða ekki að bara hengja. Sem betur fyrir er bakið þar ég að breyta og mæja. Það er frábær reypi í Bauhaus ef það bara hengja. Já, takk fyrir það maður. Tilbúið kannski það. En við ætlum að þakka kærlega fyrir hlustununa í dag og ég minna á þáttuna mánudaginn. Það verður Björn Bragi mættir hérna klukkan 4. Egill, takk fyrir daginn. Já, á Fídesveðin og Blondell. Alltaf gaman að vera með þér og svo við förum yfir helgina hérna áður en í kveð. Þá hvet ég alla til þess að kíkja á íslenska kvennalandslið í fótbolta morgun. Það er að keppa Norður Íra klukkan korter yfir 4 á Laugardalsvelli og gríðarlega mikilvæg leikur því að þær komast í umspil eða þær vinna. Svo er Jet Black Joe á Þýskabarnum annað kvöld. Já, þangað verð ég mættur. Ég fór á, afmælistónleikur daginn með Jet Black Joe. Ég bara sagði þá, alltaf þegar ég spil í bænum ætla ég að mæta. Páll Rósinkrans er liftingafélagi Gilsarnas. Já, tökumst þetta vel að þeir eru alveg með þetta, þannig að endilega tekkið á því. Þýskibarinn, annað kvöld, Jet Black Joe. Og svo bara er X-Factor að byrja í kvöld, Britney Spears og Simon Cowell ásamt því að týnda kynslóðunar á sínu stað og Logi, spurningabomban, að byrja þannig að það er fínasta dagskrá á Stöð 2 í kvöld. Hafið það sem allra best, hvort sem þið að fara að jamma eða hafa það kósi. Heyrumst eftir á mánudaginn. Og frábær logo orðið verðin. Takk fyrir hlustunina og við ætlum að enda þetta á laginu á leiðinni heim. Ég var næstum búin að gleyma því öllum þessum. Já, það er tónleikur lagi sem ég og Rikki völdum ekki.